Já, komið þið sæl, ég ætla að fara hérna yfir svolítið af siglingareglunum þeim helstu sem að skipta máli þegar við erum að sigla hérna miðinn og það eru þessar reglur sem við erum að tala um að nota ljós, mæta og taka fram úr og annað slíkt. Nú verjum hérna á því að skoða 5. reglu vörð. Þar segir á hverju skipi skal halda dyggilega vörð með auga og eyra og öllum tiltækum tækjum sem eiga við aðstæður hverju sinni. Þarna er verið að sýna með mynd líka svona dæmi það hvernig það er gert. Það er þá sá sem er að sigla hérna bátnum, hann er að sigla hér og er að miða þetta miða hérna póstinn í vindhlífinni við bátinn sem er hérna og er að gá hvort að miðunum breytist eitthvað. En ef að miðunum breytist ekki þá endar það með því að þeir lenda báðir í saman punktinu og það verður árekstur, en ef að miðunum breytist þá gerist það ekki. Og hann fylgist vel með þessu og þarna er þetta séð ofan hvernig hann sér þetta. Og þetta er svona vörður til þess að hægt sé að leggja fullkomið mat á aðstæður og hvort hætta sé á árekstri. Svo segir hérna á hverju skipi skal ávallt sigla með öruggri ferð svo að beita megi réttum og fullnægjandi stjórntökum til þess að komast hjá árekstur og unnt sé að stöðva skipið á hæfilegri vegalengd sem aðstæður og ástand marka hverju sinni. Þegar ákveða á hvað örugg ferð sé skal taka tillit til eftirfarandi atriða, eftir talinna atriða. Kannski aðeins að fara yfir þetta hérna, það er þarna hugtak sem heitir stjórntök. En þarna á reglumálinu þá táknar stjórntök að það eru aðgerðir sem eru gerðar, það er að bakka, sigla áfram, beygja, stjórnborði, bakborði, aukaferð, minnkaferð og annað slíkt. Þetta er það sem flokkast undir að vera stjórntök. Og atriði sem skip skuli taka tillit til, það er skygnis, fjölda skipa á siglingaleið og þar með þéttra flota fiskiskipa og annarra skipa. Stjórnhæfni skipa sérstaklega með tilliti til stöðvunarvegalengdar og hæfni til þess að snúa við hverju sinni. Þetta er svona, og síðan til hérna villuljós að nóttu frá ljósum í landi vegna endurspeglunar frá eigin skipi. Það er þarna villuljós sem geta átt sér staðstundum, það eru til dæmis ljós eins og frá hlaðljósum hjá bændum. Þeir eru farnir að nota lampa úr götuljósum til þess að lýsa upp hjá sér hlaðið og nánasta nágrenni og þetta getur virkað eins og ljós frá skipi, eins og til dæmis sigluljós frá skipi. Þegar maður sér þetta svona í ákveðinni fjarlægð, í ákveðinni skyggni. Nú, endurspeglun frá eigin skipi talar líka. Ljósin af okkar skipi geta speglast í sjónum ef hann er alveg spegilsléttur. Og það getur truflað okkur svolítið. Og svo er talað hérna vindhraða, sjólag, strauma og nálægða frá hættum fyrir siglingar skipa. Þetta þarf að taka tillit til og hérna sigla þannig á það öruggri ferð að maður getur brugðist við þegar svona spilar inn í. Djúpbreiddur skipsins miðað við dýpi siglingarleiðar líka. Það er náttúrulega það sem við þurfum að athuga, það sé nóg dýpi undir skipinu svo það taki ekki niðri. Síðan er hérna skip sem nota ratsjá. Þau skulu auk þess taka tillit til sérstaklega eiginleika myndgæða og takmarkana ratsjár því að ratsjár geta verið svolítið villandi stundum eftir hvernig það eru stiltar og hvernig veðurfarið er og sjólag og annað slíkt. Það getur allt spilað inn í. Allra annmarka sem stafa af fjarlægðastillingu sem notuð áhrif af sjólags, veður og annarra truflana á ratsjármynd. Annarra truflana valda á ratsjármynd er nú þarna. Og
þar eru truflanavaldar þá kannski helst að það getur verið eins og rigning og snjókoma sem að getur spilað inn í og valdið því að ratsjá myndi verið frekar óskýr. Nú líkina til þess að ís og rekvöll komi ekki fram á ratsjónu í nægilegri fjarlægð, það hætt á því og þar sem að von á ísreki þá þurfum við að hafa varan á og reyna að fylgjast með á annan hátt þetta bara í ratsjóni. Til dæmis að degi til að kíkja út og fylgjast, skoða nágrennið og eða þá að vera með kastara á nóttu til þegar það dimmt og svo kallaðan ískastara til þess að lýsa í kringu skipið og sjá hvort að við sjáum einhvers staðar ís í nágrenninu innan ljósgeira kastarans. Fjölda legu og hreyfingaskipa sem birtast í ratsjóni og nákvæmara mats á skyggni sem má fá þegar ratsjá notuð til þess að ákveða fjarlægð til skipa eða annarra hluta í nánd. Það er semst að mæla upp til dæmis þar sem við sjáum í ratsjóni hversu langt það í burtu og annað slíkt. Nú hættur á árekstri fylgjast með breytingum viðunum með því að bera skip á siglingaleið við fasta hluti í bátnum og er til dæmis fastur hlutur í bátnum, það er þessi póstur í vindhlífinni og hann horfir á miðar bátinn þennan við sem sagt póstinn og fylgist með því hvort að miðun breytist. Þarna hefur miðunin breyst, sjáum það að pósturinn er komin framar á skipinu þannig að árekstrarhætta er ekki fyrir hendi og svo framarlega sem að báðir halda stefnu og ferð óbreyttri. Og svona miðun má líka fylgjast með í radar og kompás. Horfum við kompás og gera svona miðunir. Nú, svo það nýjasta regla skip sem siglir þröngt sund eða ár skal halda sig eins nálægt ytri mörkum og hægt er. Skip sem styttra en 20 metrar eða seglskip má ekki hindra skólskip komist örugglega að leiðar sinnar. Nú við kannski sjáum að hérna eru báðir að sigla hægra megin sér frá sér og snúa stjórnborð að landi hægri hliðinni. Þetta er bara eins og í umferðinni hjá okkur á vegunum, þar sem er hægri umferð og þar höldum okkur hægra megin á veginum. Hérna heldur hann sér hægra megin í skurðinum eða þessum sundi sem hann er að fara gegnum. Skip sem 20 metra styttri má ekki hindra siglingu á skip sem aðeins getur siglt á fullu öryggi með því að þræða sundið á. Hérna er fraktari, svona gamli gerðinni, sem er að sigla áfram greinilega. Þessi litli hann fer upp fyrir baujurnar. Hérna eru baujur og hann veit væntanlega því að það er svona dálítið gott dýpi fyrir ofan baujurnar, þó að það sé kannski of grunnt fyrir þennan, en þá er það þessi sem er risti kannski innan við meter, hann getur alveg flotið framhjá. Þá tekur hann kostinn að víkja svona. Seglskipi það bara beygir og þessi heldur stefnu og ferð óbreyttri. Þarna er kannski má segja grundvallarreglan líka að þó að það eigi báðir að víkja á stjór eins og kemur fram einhvers staðar í lögum annars staðar, þá er þarna sá sem á auðveldara með að víkja hann víkur eins og þarna. Nú skipa fiskveiðum má heldur ekki trufla siglingu stærri skipa en þrönga ála eða sund. Við megum ekki til dæmis vera þarna upp við Engey í siglingarleiðinni þar og leggja þar grásleppunett eða eitthvað svoleiðis. Það væri bara bannað og eins líka að fara ekki að skaka þar og slökkva vélum og skaka.
Nú til þess að hægt sé að sigla fram úr þrönga aðstæður svo að hitt verið að hliðra til með því að beita sérstakur stjórntæki skal gefa framúrsiglingu til kynna með viðeigandi hljóðmerki og ef hitt skipið fellst á framúrsiglinguna gefur það hljóðmerki til samþykkis. Þessi sem ætlar að sigla hérna fram úr ferja hérna á milliferð, hann gefur hérna 2 löng hljóðmerki og 2 stutt. Þessi hérna gefur hérna langt, stutt og langt þar sem hann samþykkir þennan gjörning